gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Við erum svona svolítið á svona alþjóðar spillingarnótunum hér í dag. En Pétur Eggers, fyrirgefðu, tæknifræðingur og aktivisti, vertu velkomin. Já, takk fyrir. Sæl. Hæ, þú hefur verið svolítið iðin við að skoða svona spillingu í efstu-lögum á Íslandi og svona kannski tengjana við og setja hann í svona alþjóðasamhengi. Hefur verið að gera þætti og einn komin út og með honum Bogar einsinu. Einmitt. Og geturðu sagt okkur aðeins frá þessu? Já. Ég og Bogi erum sem sagt að reyna að viðhalda framleiðslu á þáttum sem að heita staðamála og hugmyndin þar er einfaldlega bara að gera þær heimildir og þær rannsóknir sem að við látum okkur varða aðgengilegar og reyna að koma hlutum til umræðu sem að okkur þykir merkilegt að séu sjaldan til umræðu svona á meginstraums fjölmiðlum og þetta er í rauninni annar þáttur að við gerðum með ykkur á Samstöðinni, gerðum við pilot þar sem að við fjölluðum ferðir hennar Möggustínu þar sem að hún fór með flotanum og henni var rænt ásamt fleirum af ísraelska hernum. Síðan það var svona pilot, frumraun þar sem að við vorum bara að reyna að finna svona formið sem að hentar þessu því að ég er í vel meira en fullri vinnu og gera þetta allt bara pro bono í frítíma og saman með Boga. Þannig að við eittum síðan smá tíma í að reyna að finna form sem við getum svona stokkið inn, sýnt þær heimildir sem að við erum með í höndunum og síðan haldið áfram með lífið og það svona endaði í þessu sófaformi þar sem að við fórum í seinasta þætti yfir Epstein-skjölin og svona þær raunverulegu heimildir sem liggja fyrir varðar tengingar Dorrit Moussaieff og Ólafs Ragnars við þann hring, bæði náttúrulega við Epstein sjálfan að einhverju leyti og við hana Ghislaine Maxwell og Scott Borgerson, eiginmann hennar. Geturðu sagt okkur aðeins frá því hvernig þetta tengist alltaf því að nú hefur lítið verið fjallað þetta í íslensku fjölmiðlum. Það var nú einhver sem að svona tók það á sig að hringja í hana, hún auðvitað bara þvertók fyrir einhver náin tengsl eins og hún hefur gert áður, ég meina hún var síðast spurða þessu 2015 eða eitthvað. Þegar þetta svona komið upp á yfirborðið. 2019. Já, 2019. Og en hún einhvern veginn svona, þegar maður horfir á þáttum þinn, þá þetta er sláandi vegna þess að tengslin eru svona ótvíræð og það er inn í þetta einmitt Rex Nordic, Arctic Circle og fleira. Geturðu sagt okkur aðeins meira frá svona innihaldinu, hvað þú fannst? Já, ég meina að við förum bara yfir það sem að svona liggur fyrir að þá náttúrulega kemur í ljós þarna 2019 að Dorrit er í símaskrá Jeffrey Epstein sem að er svona alræmd og umtöluð, kölluð The Black Book. Þar er Dorrit á bara first name basis og símanúmer og það svona gaf til kynna að þau þekktust og hún fór strax í að svara því og sagði nei, þvertek fyrir það, ég þekki hann ekki neitt, við vorum nágrannar bara in the 80s og that's it. Síðan kemur á daginn að eiginmaður Ghislaine Maxwell, eða þau skildu 2021 eða eitthvað álíka og kynntust sem sagt, eða svo er sagt að þau hafi kynnst á Arctic Circle en Arctic Circle er fyrir þá sem að ekki vita, sem ég held að séu nú ekki margir sem að hlusta á þetta en ef skil kynni þá er Arctic Circle sem sagt stofnun eða ráðstefna og einhvers konar bandaleg norðurslóðir. Já, eða það hagsmunahópur. Ég held að þetta sé á ensku er þetta kallað non-governmental organization. Ég veit ekki hvað þú kallar þetta á íslensku en þetta er hagsmunahópur hagsmuni norðurskautsins sem að Ólafur Ragnar stofnar í sinni forsetatíð og meðstofnandi hans er Scott Borgerson sem að giftist Ghislaine Maxwell. Þannig að eiginmaður Ghislaine Maxwell er meðstofnandi í Arctic Circle með Ólafi Ragnari og þetta hafði ekki, þá finnur eina staðhæfingu frá RÚV sem að staðhæfir þetta sem er í seinustu umfjöllun, það er eina umfjöllunin sem að RÚV hefur gefið þessu og það er nú varla umfjöllun, það er bara svona side note. En það er náttúrulega gefið til kynna að
eiginmaður Ghislaine Maxwell sem að síðan millifærir sko $18 million, eða ég held að Ghislaine Maxwell millifæri af sér yfir á hann $18 million þegar hún handtekin og þau eru augljóslega þú veist, þetta verðist náttúrulega ekki vera ástar samband þeirra á milli, allavega svona utan frá, kannski frekar eitthvað hagsmuna samband, en já, þannig að hann meðstofnandi með Ólafi Ragnari, síðan í þessum nýja Epstein þessum nýju Epstein-skjölum þess að svo voru birt af alríkislögreglu Bandaríkjanna, að þar kemur í ljós að Dorrit og Ghislaine Maxwell hafa nú svo sannarlega verið í miklum samskiptum í gegnum tíðina og Dorrit sendir tölvupóst á mann sem heitir Leon og það verðist vera Leon Black sem er já, bara BlackRock vonarsjóða. Já, er hann úr BlackRock? Ég spyr þig. Já, nei, ekki svo ég viti, sko. Ég hef ekkert farið rosa djúpt í hans tengingar. Þetta er stór fjárfestir, hann setur á miklu kapital og heldur uppi í nokkrum félögum. En sem sagt, Ghislaine Maxwell sendir tölvupóst á Leon og segir: Hæ Leon, ég satt með Dorrit áðan og hún sagði mér að hafa samband við þig því að þú ert að ráða í stjórnir. Ég er einmitt með fyrirtæki sem að ræður í stjórnir og það væri mjög gott að koma fólki sem að ég þekki, sem annars myndi ekki, þú annars hefur ekki aðgangað inn í fyrirtæki hjá þér. Þannig að Dorrit er að tengja Ghislaine eða ýta Ghislaine áfram í að koma fólki í valdastuður og það er bara svart á hvítu í þessum tölvupósti. Líka með hann indverski gúrúinn, hvað heitir hann, Deepak Chopra, sem er mikill vinur Epstein, sem að sendir þetta er í tölvupóstasamskiptum þar sem að Epstein sendir á Deepak Chopra þar sem hann er á einhverju ráðstöfnu að leið einhverju hugleiðslu, segir: Herðu, hvað heitir hann, Edu Barak, fyrrum forsætisráðherra Ísrael, góðvinur minn og einhver annar maður sem ég man ekki alveg hver ég held að hann sé einhver indverskur stjórnmálamaður. Þeir eru báðir á ráðstöfnunni með þér, ég hef búin að segja þeim að þú ert fjölskylda, ef að þú finnir þá ekki, þá finna þeir þig. Og Deepak Chopra svarar: Já, ok, frábært, ég er að gera þetta á eftir. Og síðan, by the way, Dorrit og íslenski eiginmaður hennar eru með mér. Og þetta er samt beint á Epstein, þannig að Epstein þekki Dorrit augljóslega líka. Þannig að þarna erum við komin í æbandi þar sögum. Það er ekki frú Musaev Þannig að þú veist, við sjáum að Epstein þekkir það eru 2 staðir þar sem hann þekkir Dorrit á first name basis, annað fólk er að tala við Epstein: Hei, ég er með Dorrit þú veist, implied, þetta er vinkona þín, þú átt að vita hver hún er, við af einhverjum ástæðum þekkjumst öll og það stangast bara verulega á við það sem að hún segir 2019, það sem hún segir náttúrulega ekkert þekkja hann, en það sem að mér finnst svona meira áhyggjuefni það sem er áhyggjuefni þarna er að Arctic Circle er hagsmunahópur, eins og ég segi, sem snýr að norðurskautinu og núna er bara, nú eru jöklarnir að bráðina og það er að opna fyrir nýjar leiðir fyrir bæði hernað og varning og hvernig segja, svona shipping routes, skipaleiðir. Já, bara skipaleiðir og þetta er auðvitað, ef að við kannski svona útudúr, en við setjum það í samhengi við uppkaup Daniels Radcliffe á Finnafirði, Norðvesturlandi við Vopnafjörð og Bakkafjörð og þar sjáum við að auðmennirnir eru búinir að pikka upp hvar þeir ná næst í pening. Og þeir eru nú þegar búinir að tryggja sér svona fremstu sætin að því að þeir ætla aldeilis ekki að leyfa almenningi á Íslandi að njóta. Nei, og við sjáum að hann Scott Borgerson, hann er stofnandi og ég held hann hafi stíið niður núna og þetta fyrirtæki er kannski á ekkert bjarta framtíð eftir öll þessi Epstein skjöl, en hann stofnaði fyrirtæki sem heitir Cargometrics. Og Cargometrics er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að safna gögnum svo maritime traffic, þau skip sem að ferðast hafið, þau smíða hugbúnað og afla gagna til þess að vera með rauntíma yfirsýn yfir alla umferð. Scott Borgerson vann líka með ameríska hernum og hefur gert lengi og var partur af Council on Foreign Relations, þar sem Epstein satt líka í stjórn.
og Council of Foreign Relations sem sagt svipað Arctic Circle á Íslandi. Það er NGO frá Bandaríkjunum sem að reynir að hafa áhrif á sem sagt utanríkismál Bandaríkjanna. Og þarna er augljóslega plógið hjá honum bara að ég ætla að setja mig hérna í miðjuna á Arctic Circle og þannig get ég komið svona frekari tækifærum undir fyrirtæki mitt sem er einkareiki fyrirtæki að safna upplýsingum ferðamáta skipa og fólks á norðurskautinu. Það er náttúrulega verulegt áhyggjuefni og síðan ofan á þetta allt saman að þá er það augljóst, það er deginum ljósara að Jeffrey Epstein og hann, hvað heitir hann, Edu Barak fyrrum forsætisráðherra og varnarmálaráðherra og hann var yfirmaður ísraelska hersins, að hann og Epstein eru góð vinir. Hann Barak gisti 50 sinnum heima hjá Jeffrey Epstein, staðfest gisti 50 sinnum heima hjá honum. Þeir grínast með það að Jeffrey segir við Barak, þú verður að láta þennan mann vita, ég er ekki Mossad, wink, og síðan er það að senda ísraelska fánan á milli í einhverju svona kaldhæðinni. Ghislaine Maxwell er dóttir hans Robert Maxwell sem að við vit það er staðfest að hann var Mossad og CIA. Eitt frægasti Mossad og hann er einn af þeim sem að komi á stofnun breskuleginu þjónustuna líka. Já, akkurat. Og það er Þannig að við erum bara með þessa spillingaklíku einhvern veginn, þessar sem að einhvern veginn allir vegir einhvern veginn svona vísa til Ísrael og Bandaríkjanna þetta og svo Bretlands. Þetta er bara svona, maður er svona einhvern veginn svona imperialismin er orðin svolítið svona grímulus. Þú veist, það er bara gríman er braf og við erum bara að horfa hérna inn í beinagrindina. Þú veist, svona er þetta, af því að ef við hefum tekið þetta viðtal hérna upp fyrir, segjum bara 5 árum, 10 árum, þá hefðu við verið útmáluð sem svona sturlaðir álhatta brjálæðingar. Já, einmitt. Og það er það sem er eitthvað svo magnað við þetta allt saman. En þessi mál tegja sér til Ísland sem heiti í gegnum Dorrit og Ólaf og hver er fleiri? Hver er fleiri tengja speintin í Epstein-skjölin? Já, eða bara þessari valda elitu stjætt. Einmitt. Það sem að vekur athygli mína er að þeir sem að muna eftir Al-Thani-málinu, svo kallaða á hruninu. Það er sem sagt, þetta er stærsta fjárlagabrot í sögu Íslands, þar sem að Kaupþing fá, ég man ekki hvað hann heitir meira en Al-Thani, hann úr Al-Thani fjölskyldunni. Sheikh Al-Thani? Já. Að gegja lag með Frikka Dórumann? Já, ok, ég vissi það ekki. Það er þetta ótrúlega fyndið. Þú ert að sína mig það á eftir. Já, gera. What? Ok, byrju, höldum áfram. Já, sem sagt, hann Al-Thani, Sheikh Al-Thani. Al-Thani er sem sagt stór fjölskylda, mjög valdamikil fjölskylda frá Katar, að hann kemur hingað til Íslands og út á við að þá fjárfestir hann stórum summum í Kaupþing sem að er í mjög slæmri stöðu, sem að samfærir fólk að Kaupþing er það er raunverulega björt framtíð á Kaupþing og fólk hefur trú út í hann er að kaupa og hann lítur að hafa trú. Það er svona punkturinn. Nema síðan kemur á daginn að Kaupþing náttúrulega bara lánar honum fyrir kaupum í Kaupþingi, þannig að hann tekur enga áhættu. Og þegar þú last rannsóknarskýrslu Alþingis, hvað heitir hún? Hrunið. Já. Þar er sérstök klausa sem að segir að Ólafur Ragnar, hann hafi greitt fyrir þessum samskiptum. Hann á fund með Al-Thani áður en að Al-Thani tengist Kaupþingsmönnum, eða honum var það Ólafur Ólafsson, nei, man ekki hver það var, sem að svona skrifa sig fyrir þessum samskiptum, en Al-Thani kemur í gegnum Ólafur Ragnar. Ef þú leitar af Al-Thani í Epstein-skjölunum, því Epstein-skjölin sína mikið magn af tölvupóstasamskiptum Epstein við aðra og þar eru, ég man ekki hversu margar niðurstöður, 5.000 niðurstöður sem þú færð. Og þar sérðu að meðlimir úr Al-Thani fjölskyldunni, en það er bara svo ég sé skýr með það að það eru lítil samskipti, lítil sem engin á milli hans og Al-Thani sem kom hingað, en held ég bróðir hans og sonur, ef ég er að fara með rétt mál, kannski einhver ættfræðingur frá Katar sem maður getur sagt betur til um það. Þetta er stór fjölskylda. Já, en þetta er, en hún er náttúrulega mjög samheldin og hún starfar eins og eitt fyrirtæki, eins og BlackRock er líka, eða fyrir ekki að Rockefeller ætla ég að segja, er líka stór fjölskylda en starfar svona mjög samheldið. Þetta verður til þess að þú fer aðeins að skoða Kaupþing. Já, út frá þessum valdaringu. Síðan kemur náttúrulega, þú veist, á daginn að það eru fleiri, og
það er kannski verðt að segja áður en við förum ómikið að tengja saman punta að einn sterkasta sko, mótstrategía auðvaldsins og ráðandi stjættar núna að reyna að láta það líta þannig út að allir sem að pæla í Epstein-skjölunum eru klikkaðir og að allir sem eru að halda fram spillingu út frá Epstein-skjölunum og að benda á og krefjast viðlaga vegna mannsalsringsins að það sé bara verið að tala um já þau eru öll að borða hausana af börnum og núna er verið að reyna að tengja þetta við Pizzagate sem að önnur samsærishreyfing sem er líka byggð á tölvupóstasamskiptum sem að voru opinberuð að þeim var reyndar lekið en já, það er kannski Einmitt, en það er náttúrulega, þetta er svo gríðalegt magn á upplýsingum, það er með ráðum gert, það eru þetta bara til þess að fólk verði algjörlega ruglaði í rýminu og það er svo auðvelt líka að koma að svona alls konar upplýsinga eða bara fölskum upplýsingum og einhvern veginn til þess að bara búa til einhverju svona, einhvern graut af bara óskiljanlegu bulli í rauninni. En það sem er náttúrulega augljóst er að Epstein þú veist, hann er útsendari, hann fer sín mál fyrir bæði Mossad og CIA og það er bara augljóst og það að fréttamiðlar sem hafa aðgang að þessum gögnum séu ekki að æpa þó því það gerir svo margt annað svo rosalega, þú veist, eins og tengsl Óla Ragnars og Dorritar við Epstein og Maxwell eru tengst við þú veist, þetta eru erlenda leyniþjónustur sem eru augljóslega beintengdar inn í, þú veist, í íslenska hagsmuni þetta er graf alvarlegt mál. Af hverju, af því að þetta er einmitt, þetta er mjög alvarlegt og þetta er alveg svona þetta er alveg brot gegn þjóðinni, í rauninni er hægt að segja það, landráð, jafnvel, mætti skoða þessi slíkt. Ef að það væri einhver dugur í stjórnvöldum til þess að einmitt hella sér í þetta, en mér skilst að okkar núverandi stjórnvöld séu nú kannski ekkert alveg hrein af svona spillingamálum. Nei, bara langt í frá, ég meina, en þarna þú veist, þetta er sá þráður sem ég veist mikilvægast að fólk reyna að skilja og þekkja er bara þráðurinn frá Búnaðarbankanum þú veist, stutt tímalína sem útskýrir ágætlega stöðu okkar efnahagslega og samfélagslega í dag er að bankar early 90s, það voru bankar á Íslandi ekki einkavæddir viðskiptabankar, late 90s þá einkavæði við viðskiptabankana síðan koma JP Morgan til landsins og prófið að flætta upp JP Morgan í Epstein-skjölunum því að stjórnendur JP Morgan og Jeffrey Epstein voru mjög nánir samstarfsaðilar. JP Morgan tengja svo inn í Arctic Circle. Já, sem að tengja, manni líður smá svona eins og maður sé að missa vitið þegar maður talar um þetta. Já, en ég meina en síðan er líka, þú veist, út af því að okkur langar að það sé einhver ein lína sem að við getum rekið eins og þú veist, ég tek þessa línu en raunveruleikin er náttúrulega miklu loðnari en það og þú veist, hagsmunir einstaklingarstofnana og hópa þú veist, þetta eru keppandi einingar og það togast á og hagsmunir Óla Ragnars er ekki þeir sömu og hagsmunir Scott Borgerson eða hagsmunir Jeffrey Epstein og þú veist, og Jeffrey Epstein er ekki nafli alheimsins þó hann sé vissulega mjög valdamikill maður en það er þessi svona sérstaða að út af því að hann er með þetta honeypot operation þar sem hann reynir að tæla til sín valdamikla menn og valdamikið fólk og reyna að ná þeim á mynd að sofa hjá, þú veist, börnum eða nauðga eða þú veist, gera hvað sem að hann fær til þess að síðan kúa fólk að þá fáum við náttúrulega svakalega stóra sneiðmynd af spilltu ráðafólki og þá sjáum við, þetta er svona rosalega þvertengt og þetta náttúrulega stýður við það þegar við höfum verið að horfa á stjórnmálamenn þú veist, hérna á Íslandi og náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum sem að tala bara í algjöru þversögn við sjálfa sig og við hóp kjósenda og þú veist, það hefur sýnt sig með afstöðu með Ísrael. Já. Ef að stjórnmálamenn segjast hafa hag almennings hérna á Íslandi eða hag almennings í Bandaríkjunum í brjósti sér og ætla síðan að fara að taka upp hanskan fyrir þjóðamorði og hernaði sem að gerir ekkert annað heldur en að tæma þjóðabú Ameríkana, ég menna, þú veist hvað í ósköpunum græða bara almenni borgarar í Bandaríkjunum á því að það sé verið að dæla peningum í hernað til að viðhalda ólöglegu þjóðríki, skilur einhverju ethnóríki, þetta er galið Þetta er galið og þegar þú sérði inn í Epstein-skjölin þá skilum maður smá, það er raunverulega eru valdamenn sem það er bara búið að blackmaila þá, þú veist, síðan eru náttúrulega margir þarna sem ég held að upplifið sig ekki einu svona blackmailt, ég held að þeir séu entangled inn í þennan hóp, en þeir vilja líka bara spila þennan leik, ég meina flestir
ekki að ég sé að segja að Ólafur Ragnar sé entangled með einhverjum fjárkúnum, ég hef enga ástæðu til að trúa því, en Ólafur Ragnar eins og flestir lýsa honum bara, já, hann svakalega góður networker, bara þú skilur ekki sko hvað Ólafur Ragnar hefur gert mikið fyrir Ísland, öll þessi tækifæri sem hann opnaði fyrir Ísland, þú veist, já, öll þessi tækifæri, hann var að tengja saman einkarekstur á Íslandi við stóru erlendu bankana og hann var bara virkilega mikil þátttakandi í að koma upp aðstæðum hérna sem að sköpuðu ójöfnuð sem að við sjáum í dag, skilurðu, og búa til efnahag þar sem að þú ert komið með einkaaðila sem að eiga stóran hluta á íbúðamarkaði sem að gert í valdi bankana, sem að var gert í valdi samskipta sem Ólafur Ragnar átti og hann elskar það, skilurðu, og fyrir honum og fyrir aðdáendum hans eða stuðningsmönnum Ólafs, þá er þetta bara flott hegðun, þetta er bara góður networker, þú veist. Og það er dálítið raunveruleikinn og ég held að mjög margir afsaki aðra sem að hafa verið, þú veist, raunverulega bara involveraðir inn í svona hringjum og afsakið á smá að þetta sé, já, svona hagar þér þegar þú fer með embætti, skilur, svona hagar þér sem forsvarsmaður Íslands, þú átt bara að vera networka og vera vinur allra, eins og það þurfi ekki lengur neitt trygg í að, þú veist, því taka skýra afstöðu og að sinna hagsmunum sinna þjóðar, heldur að þú þurfi að vera sem bestur að kissa sem flesta rassa til að komast inn fyrir á sem flestum stöðum, Já, það er hægt að fara svona dálítið djúpt í svona samfélagsrýningu. En hvað ertu að skoða núna fyrir næsta þátt? Þetta er náttúrulega bara ongoing þema, það er rosa mikið af upplýsingum, þú veist, ég er fæddur 94, ég er mjög ungur í hruninu, ég var ekki fullvaxta þegar svo atburðarás spilar úr sér og það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig að reyna að ná utanum þá atburðarás og þar hafa náttúrulega komið margir hlutir upp sem hafa vakið athygli mína eins og tenging hennar Þorgerðar Katrínar og hans Kristján Arasonar eiginmanns hennar við Kaupþing banka þar sem að eiginmaður Þorgerðar Katrínar starfaði sem framkvæmdastjóri viðskiptasviði segjum að rétt og þau fá lána, þú veist, Kúlulánið mitt? Já, upp þú veist, eitthvað á milli 1 milljarður og 1,8 milljarðar taldi óljóst, samkvæmt dómskjölum er það nær milljarði en samkvæmt öðrum heimildum er það nær 1,8 en þetta eru risastór lán sem eru afskrifuð og þau eru að mæta í viðtöl og segja já, við mistum allt nema húsið og maður er bara, ok, hvað meinið þið? Venjulegt fólk sem að borgar ekki reikningarna sína, það lendir í því að fá hútunarbréfinu og lúuna að bíllinn sé tekin að þeim tölvar, það sé gert, það eru gerðar eitthvað svona eitthvað tilkall upp í skuldir og ég meina fólk sem á íbúðir, það missir þær hreinlega bara á uppboði ef það bregst ekki við svona hlutum, það fær engin niðurfellingu skulda sinna nema hann sé. En ég líka bara sætti mig ekkert við það að þá útskýringu að þau hafi mist allt nema húsið, þú veist, þegar allir vinir þeirra fattaru og svona aðgerðar áætlanir fyrir þessa peninga verðast þeirra að koma þeim á aflandsegjur. Þannig að þau fær einhverja skuld af persónulegu kennitölu hans yfir á félag sem ég man ekki hvað heitir, bara annað félag og þar fer skuldin á hausinn, hvar voru peningan, þetta er lán, skilur þau fá lán til að kaupa í bankanum og það er ekkert tekið fram hversu mikið hafi verið selt af hlutum í bankanum, þau hafa alveg eins geta selt alla hlutina strax, þú veist, með hvernig þessi banki starfaði, þá hvað seldaði bankanum kannski bara til hlutina í sjálfu sér, ég veit ekkert hvað varði með þessar hluti, ég veit bara skuldin var færð á honum yfir á eitthvað EHF og ég hef enga ástæðu til þess að trúa því að þeir fjármunir sem að sköpuðust þar, að þeir hafi bara horfið. Til money heaven, eins og Björgvöld Thor kallaði þetta. Til money heaven og ég veit ekki, mér líður svona eins og fólk af þeirri kynslóðu sem hafa virt þarna sé bara áætla að við séum alltaf að fara að gleyma þessu og þetta sé bara já, við sluppum með skrekkin, fokk, nei, bara alls ekki og lukkulega erum við með, þú veist, ágætan stað til að byrja á þegar maður fer að rýna í, þú veist, rannsókna skýrslu, hrunið. Og síðan hafa verið náttúrulega gagnaleikar eins og Panama og núna, þú veist, Jeffrey Epstein skjölin og það er hægt að fara að tengja saman svona ákveðið mass network en það eru þarna það eru alls konar hlutir sem eru allir samofnir og mikið af þeim í gegnum Kaupþing þó náttúrulega Glitnir og Landsbankinn eru alveg sama formúlan, skilurðu en við sjáum að
hvað heitir hún, Matafjölskyldan, þau eru hérna, nú eru þau Matfugl og hérna, já, til sjálfstæðisflokknum, ertu að tala um þau? Já, ég að tala um, sem sagt, ég ætla ekki að leggja hérna, nöfnin þeirra á minni. BOL bílaumbúðið og hérna. Já, þau eiga Ölmuleigufélag til dæmis og Eik-leigufélag ef maður rétt og þau eiga, já, Mata sem er náttúrulega hérna dreifir græmiti og er með ráðandi stöðu á þeim markaði. Þú veist, þetta er ein ríkasta fjölskylda á landinu. Pabbi þeirra sem er dáinn núna, hann fór í forfronti fyrirtækisins þegar góðærið er að ganga hérna sinn gang og Matafélagið fær, eða félag á vegum Mata fær 3,5 milljarða lánaða frá Kaupþing. Ég veit ekki hvar þeir eru og ég veit að öllum kærum var sleppt. Það var átt að kæra þetta sko en kærurnar voru látnar falla niður. Og síðan allt eru, hvað gerir Matafjölskyldan eftir hrun? Þú veist, ok, þau kaupa fasteignafélagið Ölmu sem að Gamma sem er kaupþingsmenn, það er hérna hann Sölvi Blöndal, hann hérna Möller, Gaur, Gísli, hérna þessi pleppar. Þeir stofna sko Gamma félagið í Kaupþing 2006 ef ég maður rétt, bara svona þægilega áður en allt fór undir og síðan eignast Gamma fullt af fasteignum og Gamma fer síðan undir Kvíkubanka, þess að Kvíka kaupir Gamma. Hann Ármann sem var framkvæmdastjóri Kaupþings í Englandi, hann er framkvæmdastjóri Kvíku sem að kaupi Gamma sem að selur síðan Ölmu leigufélag, ég veit ekki alveg hvað þetta eru marga fasteignir í allt, það séu milli 1500-2000 fasteignir sem eru undir Ölmu á þeim tímapunkti, þú eru ekki alveg að... Þetta voru bara allar lausar íbúðir á þessum tíma, ég man eftir að þetta var heilmikið mál vegna þess að það sem að gerðist var að þeir þurrkuðu upp allt framboð á leigumarkaði, þetta veit ég að því ég var á leigumarkaði á þessum tíma og sko snarhækkuðu verð og líka var það bara organist til þess að hérna, það snarhækkaði verða því það var ekkert framboð þannig að þú veist það var bara hægt að gera hvað sem er þannig að þetta var svona á þeim tíma það sem að maður sá allt í einu sko hérna bara ef við tökum bara fermetraverðið það sem að hérna þú gast áður verið kannski 90 fermetra íbúð fyrir 90.000 eða þú veist 90 til kannski 120 eða hvað fórst allt í einu að fara yfir 200.000 kallinn sko. En ég meina þarna getur við séð, þú veist, að þú lest ritgerðirnar frá til með Sölva Blöndal sem hann er að skrifa út í Svíþjóð, þar sem hann er að rýna í, sko, þú veist, efnahagssveiflur og hvaða áhrif það hefur á, sko, fasteignamarkaðinn sem, sko, stabíla tekjuauðlind fyrir vogunarsjóði og þeir sem að þekkja BlackRock sem dæmi eða Blackstone held ég að þau heita eða eitt af þessum fjölmörgu vogunarsjóðum eða sem þeir... Já, þessum hauslausu skrimslum sem að verðast eiga bara allt, einhvern veginn. Já, og þarna er bara strategía sem var fjarverandi á Íslandi og þú veist, Sölvi Blöndal og hérna Ásgeir Jónsson sem að fara í þessar aðgerðir í gegnum Gamma, þeir horfa náttúrulega bara á þessar fyrirmyndir út í Bandaríkjunum og víðar og eru bara, heyrðu, þetta er frábær leið til þess að rækta hérna vogunarsjóði, við þurfum að framfylgja þessu og þeir fara bara strategist að gera þetta með sko degið sem var búið til í hruninu og þannig að Ásgeir Jónsson, nú var þetta seðlabankastjóri fyrir þá sem ekki vita, var aðalhagfræðingur Kaupþings í hruninu, hann var einn helsti talsmaður fyrirtækisins og síðan aftur þessi tenging á milli Kaupþing og Kvíku, ég meina Kvika er að einhverju leiti bara ángi Kaupþings og er rekin af fólki þaðan, ég meina hann Ármann er, þú veist, maður sem ætti bara að vera í fangelsi sko, en hérna sko hún Kristrún Frosta sem er núna forsætisráðherra, hún var aðalhagfræðingur hjá Kvíkubanka og vann þar með Ármanni sem er fyrir framkvæmdastjóri Kaupþings í Englandi. Og nú er þetta seðlabankastjóri? Nei, það er Jón Ásgeir. Jón Ásgeir, hann, ég held hann hafi aldrei unnið hjá Kvíku, hann fór úr því að vera... Hann var Kaupþing, já. Já, var aðalhagfræðingur hjá Kaupþing, fer úr því og er titlaður sem held í einhver ráðgjafi hjá Gamma, en hann er svona einn af prímus mótorunum bak við Gamma, þó hann sé ekki skráður stofnandi. Og var síðan eitthvað hérna að kenna upp í háskóla þar sem að by the way, ég held að hann hafi dálítið svona grúmaðan Sölva Blöndal hérna back in the day, að mér líður dálítið þannig en svona alltaf með það hvað þeir eru alltaf að skrifa sama ritgerðir sama pervertismann úr, þú veist, bara fjárkúunum sko. Einhver myndi segja núna bara, Pétur, þetta eru bara strákar sem sáu tækifæri og hérna þeir bara nýttu sér það, við erum frjálst samfélag, svona eru kaupin og eyrinni og hérna þeir bara tóku bara þátt. Já, ég meina, ok, ég get líka að sé tækifæri því að fara að sækja hníf hérna frammi og farið út að rænt fólk, skilur að fullt af símum í fullt af vösum, ég sé tækifæri því, það er bara fuck off, hvers slags pæling er það.
nema viðkomandi vilji viðurkenna það að honum alveg sama íslenskan almenning, honum alveg sama það að ungt fólk get ekki keypt sér íbúðir því að það verða að kúa það á fasteignamarkaði og það verða að skuldsetja það og ef þeim finnst það vera frábært þá bara ok, bara tökum fyrstfætt, skilur fuck you, þú ert óvinur minn, skilur hvað er að sko, núna erum við sko, já, við erum náttúrulega búin að stikla svolítið á stóru og fara svona víða og hratt og nefna hérna mörg nöfn en það sem að mér þykir kannski mikilvægast í þessu samtali akkurat núna er Kristrún Frostadóttir sem að hérna er þarna yfir hagfræðingur Kviku og hún hvað gerir hún svo? Ég meina hún er yfir hagfræðingur hjá Kvikubanka þegar að sko hvað Kvika selur Ölmu leigufélag til matafjölskyldunar og ég held að sko hún segir upp rétt áður en samningurinn fer í gegn eða það er undirritað en hún er í aðal hagfræðingur hjá Kviku þegar allir þeir samningar eru mótaðir og hún augljóslega er áhrifa aðili í þeim viðskiptum síðan fer hún gott ef hún var meira þess að áður sko, þá var hún aðstoðamaður hérna seðlabankastjóra og hérna þannig að það er hægt að horfa á embættið Seðlabankinn er bara eitthvað evil fortress og tilgangur Seðlabankans er bókstaflega að viðhalda kerfi sem er alltaf að hrynja á meiri hluta fólks skýrir. Og svo klórar sér allir í hausnum og segja bara býtu af hverju er krónan svona óstöðug? Einmitt. Já, einmitt. Það er náttúrulega bara Seðlabankinn sem að gjaldfelli krónuna hérna í svo strategíst. Það er sannilega það eina sem ég á raunverulega hérna saman með alvöru nýfrjálshyggju pervertum er að þeir trúa heldur ekki á Seðlabankann. Þeir recognize að það er verkfæri fyrir stjórnvalda. Já, einmitt ríkjandi ráðastétta. En hver er áttu spurningin? Já, Kristrún og hérna sko... hún starfar þarna inn í þessum aðstofukona held ég Seðlabankastjóra þannig að hún og Ásgeir Jónsson fara mjög svipaðar leiðir og eru með sama fólkinu og hafa eflaust verið starfað eitthvað saman út af hérna nærveru á þessu sviði en já, síðan fer hún náttúrulega bara að hefja sinn pólitíska feril en náttúrulega eiginmaður hennar er framkvæmdastjóri sko útgerðar sem að er rekin held ég bæði héðan og frá er það frá Litháen? Nei, það er frá Lettlandi. Já, Lettlandi, ætli það ekki og þú veist, þetta er stóregna fólk og þau hafa verið að reyna að staðsetja sig eins og þau séu eitthvað að láta sér hag almenningsvarða en já ég veit ekki hverju ég hef meira við að bæta á hennar en bara það sem að gerir þetta svo ótrúlegt og það sem að kannski gerir maður svolítið svona vonlítinn að það verði einhvern veginn eitthvað gert eða farið í eitthvað raunverulegar aðgerðir handa heimilónum eða fólkin í landinu eða eitthvað skona réttlæti verði hérna bara í rauninni bara í því hverjir erfa landið og eiga það hérna maður verður svolítið svona vonlítill þegar maður átt að segja á því að einmitt nú verður stjórnvöld eins mikið og þær hérna bleikþosi með feminisma að hérna þær eru bara í eins og kallanir þær eru bara í sömu klíku. Já, ég meina Alþingi er verkfæri valdastéttarinnar við kusum nýja stjórnarskrá við kusum það að hún ætti að verja náttúruauðlindir okkar, hún ætti að verja náttúrun okkar, þú veist, hún á að verja okkur við kusum hana, við kusum innihald hennar, hún á að vera komin hér á, henni er haldið frá okkur nú eigum við að fara að kjósa það hvort að við eigum að gefa frá okkur þessar auðlindir og hérna svona veto-powerið á því til Evrópusambandsins skilurðu, og það á að kalla það lýðræði, ég meina fólk hlýtur að fara að vakna upp fyrir því að það Þú veist ekki í spésinni, heyri ég Nei, ég er það vissulega ekki eða þú veist, Ísland á að halda sjálfræði þegar kemur að því hvernig það verðlegur orku selda til stórfyrirtækja erlendis. Ég er engin isolationisti, skilurðu, ég er engin þú veist, ég er kannski ekki isolationist en ég bara hef aldrei skilið hérna af hverju þarf að yfirbyggja þú veist, einfalda hagfræði með eitthvað svona reikniformúlum og hérna gríðalegum hérna hagnaði í ríkiskassan þegar við getum alveg verið 100% sjálfbær bara með því að hérna, þú veist, það er nóg matur hérna og þú veist og það er hægt að hérna flytja inn og flytja út jafnt og Já, en ég meina það er bara svona... sama á með allt annað hvort það er ESB eða hvort við erum að tala um hérna Eimskip eða þú veist að sko stjórnmálamenn heilt yfir óháð því hvar þeir segjast vera á korti þeir láta eins og okkur
sé ófært að stjórna okkar auðlindum sjálf. Eins og við gætum ómögulega sest við samningaborð og rætt við, þú veist, Kínverja eða Bandaríkjamann sem sjálfstæð þjóð og samið gott unit price á útseldri orku ef við viljum fjármagna okkar samfélag svoleiðis. Þú veist, við sjáum hvernig álverin hérna hafa verið rekin, þau eru ekki rekin í hagnaði fyrir samfélagið okkar, en samt erum við að selja út orkun okkar og auðlindir okkar og þarna þú veist, bara þannig að leikur hundurinn grafinn að þú veist, það er verið að sýsla með okkar auðlindir fyrir hagsmuni fyrirtækja sem að skila engu til okkar, skilur og það er alltaf bara, já, en það er hérna Keresis voru að borga 40 milljarða eða eitthvað í skatt þú veist, þetta er einhver eingreiðsla eftir eitthvað svona blitzscaling buyout þú veist, hjá þessu fyrirtæki sem verðist það ekki einu svona að skila sér lokali til Ísafjarðar, skilur við. Nei, það ætlar ekki að skila, þetta fer bara allt í ríkiskassan sem verður deilt eitthvað niður, ég meina þetta er náttúrulega, það búið að eyða þessu peningi í hergögn fyrir Úkraínu. Þú veist, þetta er hérna, maður er svona, þú veist, eins og ég segi, maður er svona svolítið vonlítill. Hver er lausnin? Erum við bara komin á, erum við að hefja öld anarkismans bara flatan valdastruktúr og bara bara niður með alla þessa valdnýðinga því að það fólki sem að sækist í völd og kemst til valda því er augljóslega ekki treystandi fyrir því að hafa völdin. Nei, ég geti sagt þér í hvað stefnir, ég menna að það er minn ótti, ég man þetta var svona seinasta sterka svona existentialíska dífa sem ég tók var þegar ég hugsaði það að sko ef að, þú veist, þeir sem að þekkja teknofjúdalisma, það er í rauninni sá raunveruleiki sem við búum við í dag þar sem að þú getur búið til tækni frameworks eins og kreditkort og debitkort og banka upp og þú í rauninni sko býrð til samfélagsþræla sem eru undir náð framkvæmdastjóra tæknifyrirtækja erlendis komin og við getum sagt að þú veist við reiðum á auglýsingar á Meta og auglýsingar á TikTok og við reiðum rosalega mikið á erlenda tækni innviði og þá bara overlords sem að þar ráða ríkjum og núna eru þessir einstaklingar komnir í sko bara svo secure, þú veist við sjáum Palantir sem að er fyrirtæki sem er fætt úr PayPal-mafíunni sem að raunverulega sér að vakta þú veist og targetera fólk sko bæði í Bandaríkjunum fyrir ICE og í Palestínu og þetta er farið að grípa nær og nær okkur. Minn existentialíski ótti er að ef að við leyfum þess að ganga alla leið erum við þá mögulega komin á einhvern stað þar sem að þessi valdastjætt sem að eru þessir tækni þessir tæknibarónar að þeir geti bara viðhaldið okkur til lengri tíma í einhverju svona dopamine stimulation lúpu þar sem að við rétt svo fáum nóga núðlum til þess að deyja ekki úr hungri og við rétt svo fáum nógu mikið stimulation til þess að fremja ekki sjálfsmorð fyrir að við erum búin að missa svona þú veist, allavega eða ger ekki uppreisn eða þú veist eitthvað já, akkurat en þú veist nógu þreytt eftir langa vinnudag til þess að einmitt ger ekki uppreisn eða nenni ekki að skoða fréttir og allt þetta þar hæðið mig, skilur er áróðursvélin og þú veist, grip tæknifyrirtækina orðið það sterkt að við bara hreinlega getum ekki rifið okkur út úr þessu Ég trúi að við eigum ennþá séns. Við bara klippa kaflinn. Að klippa kaflinn. Já, interneti var bara bóla. Ég held ennþá í það. Reyndar þessi tengt, ég sá bara svona tengt og ótengt, þá sá ég einmitt að því að þú ert að tala um þessa söfnun upplýsinga að það eru komnir einhverjir 10.000 Íslendingar sem að náðu sér í TAC-appið sem er einhver svona bónusfyrirbæri þar sem þú safnar, þú veist, 50 eurum á, og þú veist, hvern keiftan póka eða eitthvað. Það er ekkert rosalega góður dýll. Og það hefur alveg komið fram hjá fólki sem að svona hélt að það væri kannski að gera eitthvað aðeins meira sniðugt. Það sem þetta app gerir eins og er að það auðvitað safnar öllum upplýsingum við þína kauphegðun. Og ég las yfir notendaskilmáluna og þeir náttúrulega þessir að bónus og hagar og í rauninni allt þeirra slekti á þessar upplýsingar og má selja þær áfram til þriðja aðila og þetta þýðir bara að núna er bónus, hagar skeljungur, allt þetta þetta er allt sömumennir nú eru þeir komni með þessar upplýsingar þína kauphegðun, bara einu sinni mánuði Marja kaupir túrtappa og þá ætlum ég að
passa mig á því að gefa henni svona tilbúð á þú veist, þetta er alveg svona, þetta er svona bilað, þannig að það er verið að stýra okkur sko, með svo mörgum hætti sem við kannski áttum okkur ekki á og ég held að séu líka svo margir Íslendingar sem að skráðu sig sem átta sig heldur ekki á hvað þeir voru að gera. En ég bara, mér er farið að líða eins og sko persónuverndarlög, þau eru bara jafn raunveruleg og þú veist, mannréttindalög eða alþjóðalög, þau eru bara fjarverandi. Ég meina, Landsspítala appið, heilsuvera, þar sem að allar heilbrigðisupplýsingar þig sko alveg svona mjög díteilaðar eru bara inn á okkur kláti sem er vistað í Bandaríkjunum þú veist og við erum með sko þetta er allt svona og ég meina svo fyrir utan það hvað tækin okkar njósnum okkur en það er eitt sem að ég get ekki hægt að hugsa að þú veist við allir að tala það bara allir þá asinn úr svona viðskiptarheiminum er að tala það já framtíðin hún er bara í gagnaverum og þú veist þetta er allt spurning kompjút og orku og vatn og hér setjum við með ótrúlega mikið af ódýri jarðorku og varmaorku og með ótrúlega mikið af stöðugu vatnsstreymi og við erum að selja þetta allt út. Hvaða gagnaver er íslenska ríkið að byggja upp? Hvaða gagnaver tryggir okkur afkomi? Við gætum sem þjóð reist okkar eigin gagnaver, við gætum hýst okkar eigin hluti. Við ættum vissulega að vera með mikinn fókus bæði upp í háskóla. Svo náttúrulega bara fyrir utan það bara hvað er mikil sóun og vatni að dæla þeim í gagnaver vegna þess að það náttúrulega bara er svona ákveðin keðja sem að þarf að virka, hringrás, við þekkjum þetta og leið og þú sko tekur vatnið úr jörðinni þar sem það á að vera síjast sko, þannig til að þú veist, til þess að halda áfram í hringrásinni, hreinsar sig í þú veist, jarðlögunum og kemur upp eftir að hafa setið kannski í 1000 ár, kannski í 2 ár, kannski hálfa mánuð og þú veist, rignir yfir okkur og þú veist, og gefur okkur ferskvatn og þú veist, við erum farin að slíta keðjuna sko, með því að dæla í og svona orku eða vassfrekan iðnað hnetur og möndlur og þetta í Kaliforníu ég meina þetta er ástæðan fyrir því að það eru skógareldar í Kaliforníu það er ekki ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku þetta er svona blaut mold sem er nógu neðarlega til þess að það einhvern veginn svona komist engin spilliefni í en samt nógu ofarlega til þess að halda sko jafnvel sinu nógu rakri svo það kvikni í henni. Þú veist þannig að þetta er alveg við erum að horfa á þetta gerast í allir kringum okkur. Ég hugsaði þetta svolítið einmitt núna þegar sinueldurinn fór af stað á þessum árstíma þá ætti að vera bara nógu mikið vatn og frost í jörðu til þess að einhvern veginn þetta myndi ekki gerast. Já. Ég veit, ég er ekki nógu vel að mér sinubruna og þannig þetta var algjör útúrdúr ég meina þetta er bara rosalega mikilvægt Já, en þetta er bara og mér finnst svo erfitt að því að það vegna þess að við erum öll bara einhvern veginn í lífsbaráttunni svona dag frá degi bara að komast af þú veist, þú veist, mæti vinnuna, sækja börnin og fara með þau íþróttamót eða eitthvað svona á æfingu og enda þau svo fyrir fram á sjónvarpið og elda matinn eða fara í búðina og elda svo matinn og þú veist, og þetta er bara það er ekki pláss, fólk er svo þreytt og þetta er náttúrulega bara módelið og það við erum bara komin við erum svo lost sko, við erum bara orðnir svona róbótar í rauninni. Já, Þetta eru dapurlegi tímar af mörg leyti. En það er alltaf bylting. Já, aldrei höfum við verið nær byltingunni. Ég held það sjálfur. Pétur Agnes, þakka kærlega fyrir að koma og taka þér álhættin. En þetta er ótrúlegt mál. Hvar getur fólk séð þína þætti og þitt efni? Staða mála á YouTube, Pétur Agnes á Instagram, engir séríslenski staðir, undirstrik. Sérst í Pétur Agnes, staðamála á YouTube. TikTok? Ég man ekki hvað handlum þetta ég bara tekt það og mikið á ungu fólki að fara í lífskrísu þar. Einmitt, fólk finnur þig bara. Takk fyrir þetta kærlega og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar
og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.